Já, ég hef oft verið óttaslegin, kvíðin og ráðvælt í lífinu og sérstaklega á mínum yngri árum. Það voru stundum erfiði tímar og ég var ráðvilt og óttaslegin og ég óttaði sem fólk. Ég var oft hrædd við fólk. Það voru einstaklingar sem hefðu gert mér og minni fjölskyldu ekki gott, litu niður á okkur og fyrirlitu vegna þess að Bakkus kom stundum í heimsókn. Og það fór ekki fram hjá neinum hvernig ástandi var. En ég horfði oft upp í himinin og kallaði á Guð, því ég trúði á Guð og Jesú Krist. Og ég vissi að Guð hefði lofað okkur að vera með okkur í öllum okkar kringumstæðum. Og hann hefur gert það. Hann hefur verið með mér og leitt mig í gegnum erfiða tíma til ljós og friðar. Hann hefur gert bjart í hjarta mínu. Hann hefur leitt mig í gegnum margar hindranir og erfiðleika og opnað dyr sem voru mér lokaðar. Það er svo gott að eiga þessa trú og reynslu í öllum kringumstæði lífsins, ekki síst þegar við erum hrædd og kvíðin. Því eins og segir í Jesaja 41. kafla 10. versi, óttast þú eigi, því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Guð er réttlátur og þrátt fyrir allt vissi ég að Guð var ekki búinn að yfirgefa mig og ekki búinn að yfirgefa þessa litlu ólánsömu fjölskyldu. Og því eins og stendur í Jesaja 41. kafla 17. versi, hinni fátæku og voluðu leita vass, en finn ekki, tunga þeirra verið þurr á þorsta. Ég drottin mun bænheyra þá, ég Ísraels Guð mun ekki yfirgefa þá. Já, ég var þyrst og með þyrst eftir réttlæti og kærleika Guðs, en þó að jafnvel þó við göngum í gegnum dimma dali og erfiða reynslu, þá er Guð með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki og hann segir það sjálfur. Hann gefur okkur frið í hjarta, sinn frið. Og í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla og 17. versi segir, frið læt ég yður eftir, minn frið gefi yður. Ekki gefi yður eins og heimurinn gefur, hjarta yður skelfist ekki, né hræðist. Ef við horfum yfir heiminn í dag, þá er mikill ófriður og við heyrum alls konar erfiðleika mannanna. Það er græðgi, hungur, eiturlyf, alls konar misnotkun í alls konar myndum. En Guð lofar okkur sínu friði. Hann gefur ekki aðeins frið. Hann lofar að uppfylla allar okkar þarfir. Það segir henni í Filippibréfinu 4. kafla og 19. versi. En Guð mun af auðli dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörfiðar. Já, hann lofar að uppfylla alla okkar þarfir og hann veit betur en við hverja þarfir okkar eru. En eru öll þessi lofar Guðs ókeypis? Þurfum við ekkert að gera til að eignast allt þetta? Jú, Guð gerir kröfur, en það er ekki mikla kröfur sem hann gerir til okkar. Við þurfum aðeins að trú og treysta honum af öllu hjarta. Af öllu hjarta okkar eins og segir í orðsguðinu 3. kafla, 5. og 7. versi. Treystu drottin af öllu hjarta, en reiddu þau ekki á eigið hyggjuvitt. Mundu til hans í öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu þína rétta. Hann lofar að gera okkur lífi léttara, greiða götu okkar. Og það veit ég í reynslu að þegar ég hef treyst drottni fyrir vandamálum mínum af öllu hjarta, þá hefur hann leitt mér réttan veg. Og ég get vitnað þá margan hátt og hef gert. En hann segir í Matteussi 11. kafla 28. til 30. versi, komið til mín allir þeir sem erfiða hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því ég er hógvær og að hjarta lítillátur, og þá munu þeir finna hvíld
sálum yðar, því mitt okkur ljúft og byrði mín létt. Og þegar ég lít yfir ævi mína, þessa rúmu 80 ár sem ég hef lifað, þá sé ég svo vel hvernig Guðs blessun hefur verið í lífi mínu, þrátt fyrir stundum erfiða tíma. Og þrátt fyrir að sjálf hef ég ekki alltaf verið svo trúföst. Og þrátt fyrir að ég hef stundum í stjórn á skapi mínu og sagt ýmislegt sem ég hef ekki átt að segja og gert ýmislegt sem ég hef ekki átt að gera og verið fljótfær og hvatvís. Ég hef beðið Guð að fyrirgefa mér misgjörðir mínar og hef reynt að fyrirgefa sjálfur mér fyrir ýmislegt sem ég gert og fyrirgefa öðrum þó stundum það sé erfitt. En ég vil ekki dvelja í misgjörðum mínum, ég vil ekki næra Satan á ljótum hugsunum og gjörðum. Ellen G. White segir í boðskapi til safnaðarins, fyrirgefning gjafi Guðs fyrir Krist. Það fyrir áhrif heilags anda að við samfærumst synd og finnum þörf á fyrirgefningu. Engum fyrirgefi nema þeim sem iðrast, en það náð Guð sem gerir hjarta iðrandi. Hann þekkir alla veikleika okkar og hverlindi og hann mun hjálpa okkur. Guð hefur lofað okkur öllu þessu. Samt í stundur hrædd og óttaslegin og niðurdregin, kvíðin og jafnvel einmana. Þegar detti í svona hugrenningar þá er svo gott að lesa þessi vers sem ég las áðan og minna mig á að ég ekki ein. Ég á stórkostlega Guð sem alltaf með mér og hann yfirgefur mér ekki. Hann gefur mér frið í hjarta og hann uppfyllir alla mína þarfir. Gerir stigum mína slétta og ekki síst, hann gefur mér hvíld í hjarta. Og hann lofar mér stað á himnum. Hann lofar að gefa mér eilíft líf. En gerfur hann öllum þetta lofar eilíft líf? Svarið bæði nei og já. Vegna þess að eilíft líf gjöf til þeirra sem taka á móti Jesú, Kristi. Það í raun boð fyrir alla en háð því að viðkomandi trúi á hann, skaparann. En svarið líka já, því Guð vill að allir menn frelsist og öðlist eilíft líf og þekki sannleikann. Í fyrra Tímóteusarbréfi 2. kafla 4. versi segir Guð sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Já, í Biblíunni stendur að Guð elski heiminn svo mikið að hann gaf sinn einkason. Og Jóhannes 3. kafli 16. vers, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og Guð gaf okkur einnig heilagan anda sinn. Hann úthelti honum á hvítasunnu degi. Og nú hvítasunnu helgin, stærsta ferðamannahelgi okkar landsmanna. En þessi helgi eina af 3 stærstu helgum okkur kristinna manna. 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesú lærisveina sín og sagði, þér skulu skírðir verða með heilugum anda, nú innan fárra daga. Þegar hann hafði þetta mælt, var hann uppnuminn að þeim ásjáandi. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir saman komnir. Þá gerðist það sem nefnt hvítasunnu undrið. Þann dag talaði Pétur postuli til mikils mannfjölda sem dreifði af, gnýr heyrðist af himni og tungutal hvað við. En þeir sem veittu orði Péturs viðtöku voru skírðir og þann dag bættust við 3000 sálir, eins og segir í postulasögunni. En hver þessi kraftur sem postulasagan talar og kallar heilagan anda? Jú, það andi Guðs sem hvíslar að mér í einrúmi, í bænum mínum, í hugsunum mínum. Hann lætur mig finna nærveru sína á göngu minni. Hann huggar mig og gleður. Þessi kraftur hið eiginlega hvítasunnu undur í lífi okkar kristinna manna á þessari helgu hátíð og öllum stundum í lífi okkar ef við þiggjum þessa gjöf frá Guði. Síðasta laugardag eða hvíldadag
kaus íslenska þjóðin til 4 ára flokka til sveitastjórnar. En hjá Guði allir dagar kosningadagar. Því við þurfum að kjósa, við þurfum að velja og setja X við Guð á hverjum einasta degi. Kosningaloforð skaparans eru einföld. Við þurfum að trúa, við þurfum að treysta honum og leitast við að halda boðorð hans. Amen.